Jæja, góðan daginn, heyrðu, þá ætlum við að henda okkur í að skoða SketchUpið. Ef þið farið inn á innuna ykkar, inn í verkefni og próf og skrifið hérna upp í leitaslóðina SketchUp eða bara fyrstu stafirnir, þá koma verkefnin sem að innihalda SketchUp. Þessi verkefni innihalda líka grunnteiningu 2, þannig að það er hægt að velja hvort maður tekur. Og ég ætla í þessu vídeo að fara yfir SketchUp þáttinn. Þegar við erum komin inn í verkefni 40, þá er hérna eins og alltaf viðhengi tengd verkefninu, þar sem að verkefnalýsingin er. Þessi verkefnalýsing, við þurfum eiginlega að laga hana og þannig að við skulum ekki taka mark á henni núna. Og ég ætla bara frekar að segja ykkur svona hvað við erum að gera og hvernig. Og hérna eru leiðbeiningar, flýtilegir sem við notum inn í SketchUpinu, fyrirmyndir sem við notum. Það er það sem við ætlum að gera núna, staðinn fyrir að nota þetta skjal hérna, þá ætlum við að fara hérna SketchUp verkefni 40 fyrirmyndir. Og hér eru myndir sem við ætlum að teikna. Sjá. Ég veit að sé þessi hérna bara hjá mér eða. Já, með mér á svona. Það heitir ekki sama nafni. Hérna sjáum við bara myndir úr grunnteiningu 1 möppunni sem að þeir sem eru búið með grunnteiningu 1 kannast við. Og ég ætla að zooma hérna aðeins. Og hér þarf að passa að lesa forsendur vel og teikna síðan í forritinu það sem að beðið Og í þessu tilfelli er það bara kassi í 20, 40, 60 mm. Þannig að forsendur eru hérna þessar málsetningar og vorum að passa að hafa það í millimetrum. Og ég ætla að henda mér yfir í SketchUpið. Förum inn á sketchup.com og þið skráið ykkur inn þegar komið þarna, bara hérna upp í hægra horninu. Þið getið búið okkur til eigin reikning inn á Trimble með eigin e-maili eða nota Google, Apple eða Microsoft e-mail. Ég fer bara hérna inn á mínu. Við erum að nota sér svona fría útgáfu á netinu og þið getið nota hvaða tölvu sem hver sem eru, bara svo framlega sem hún sé nettengt. En þið eru búin að skráða okkur inn, eins og ég er komin hérna og ég sé það hérna, ég er innskráður. Þá getið farið hérna í Products, SketchUp Free og Start Modeling. Og svo þegar hingað við komið sjáum við hérna takkan upp í Create New. Við hendum okkur þar inn og ég ætla að sýna ykkur aðeins svona þetta viðmótina. Svona birtist alltaf inni. Þessi fígúra er hérna inni svona til viðmiðunar og svo sjáum við þessar 3 ása. Græni, rauði og blái sem að allir eru að benda í sikkur áttina og þeir eru bara að hjálpa okkur að skilja í hvað átt við erum að teikna þegar við erum að nota áfræti. Þannig að þið svona fatti hvað þessar línur eru. Og þetta er svona, byrjir alltaf sem svona kannski miðja í teikningun okkar. Það er mjög gott að venja sig bara að teikna hérna í kringum þetta, en enga við nauðsyn. En það sem ég vil að ég gerið, þegar ég geti teiknað í fartölu, og ekki með mús, þá getið þið valið hérna trackpad, en ef þið eru með mús hafið endilega valið hérna á músina og teiknið þannig, það er miklu betra. Eins og var hérna í forsendanum, kassi sem er ykkur málsetningu og í millimetramáli, þá þurfum við að byrja að breyta viðmótun okkar þannig. Það gerum við með að fara hérna hægra megin niðri, þannig að hring hérna yfir inn í og förum í length units, breytum hérna þessari mælingu í millimetra og hérna fyrir neðan display precision er sem sagt hversu margar aukastafi við ætlum að hafa og við ætlum að hafa bara 0 aukastafi og þetta má allt vera eins og það er núna. Þegar þetta er komið þá bara lokum við þessu og við erum búin að stilla græna. Þannig að faktiskt erum við tilbúin að teikna. En ég ætla að sýna ykkur aðeins betur hérna hvað við erum með. Þessi stika hérna. Hér erum við með verkfæri til þess að teikna. Við erum með blýantinn hérna sem við getum teiknað með. Við erum með stróklur, strókið út. Við erum með þetta tæki til þess að gera kassa í þeirri stærðum sem við viljum. Við erum með tæki hérna til þess að toga hluti upp eða ýta þeim niður og við getum hreyft hluti og alla svona
kanta og það allt bara þar fram eftir. Málband sem að ég nota mikið og kenni ykkur núna í þessum vídeóum að nota málbandi svona til að byrja með og málsetningar að fá ykkur svona sjá hvað hlutinir eru stórir hjá okkur. Þannig að ég ætla að kenna ykkur þetta allt í næsta vídeói en þannig að í þessari stiku hérna er að finna þessi tæki og þið sjáum þess að 3 punkta þennan niðri. Ef við ítum á hann þá fáum við upp enda fleiri en svona stærri lista með öllum tækjum sem að í boði eru. En þegar að ég er búinn að teikna ykkur mynd og ég er búinn að málsetja eða kannski klára málsetja hérna síðustu stærðina. Það er mjög æskilegt að málsetja hlutina vel þannig að séu skýrir og flottir fyrir mig. Þannig að þegar ég fer yfir þá er þetta allt svona snyrtilega gert og fallegt. Við viljum hafa það þannig að þá stillum við myndin eins og þannig að við sjáum allt saman vel. Við viljum stroka í burtu aukalínur, hafa hana svona hreina og fína og þegar við skilum henni þá skilum við henni í formi bara myndar með því að fara hérna upp í, þið sjáum þessar 3 línur sem ég kalla hamborgaran og förum þar niður í downloads og í PNG og þá opnast þetta viðmót. Hérna get ég snúið öllu með því að halda niður svona skrunnhjólinu á músinni minni og ég get zoomað inn og út eða ég vil breyta sjónarhornið á þessu og hérna þarf eiginlega bara að stilla það þannig að málsetningar sjást mjög vel og teikningin sé skýr og góð. Þegar ég er sáttur með það, allt er eins og það að vera, þá fer ég hérna í export as PNG og svo er það þannig ef að segjum sér svo að hérna hinum megin þar sé teikningin aðeins flóknari, eitthvað sem ég sé ekki frá hérna í sjónarhorninu, þá get ég gert þetta svona. Maður sjá, að hafa hérna, setja málsetningu hérna á og þegar ég er síðan að skila þá get ég farið hérna í hamborgaranum í downloads PNG og hérna get ég elt aftur aðra málsetningar að koma fyrir á skjánum þannig að þetta líti vel út, sjáist vel hvað er að mæla og exporta annar mynd. Þetta fer eins og ég sjáu bara í downloads í tölunni þannig að ef ég vindi mér þar yfir þá sjáum við hérna bara það sem ég er búinn að downloada í dag. Myndinu koma hérna og þegar við skilum myndum þá setjum við þær allar saman í eitt Word-skjal og skilum Word-skjalinu inn á innuna. Og við sjáum að þetta hérna eru sem sagt þær teikningar sem að tilheyra fyrsta verkefni. Fyrir utan reyndar, það er ein mistök hérna þegar við gerum þetta skjal, þessi hérna mynd, númer 26, það er enga málsetningar á henni, þannig að við erum að sleppa henni. En aðra myndir sem þið sjá hérna inni, við teiknum þetta upp sem fyrstu skil í SketchUp og smellum því inn á innuna þegar það er búið sem Word-skjali. En bara vonandi er þetta vel skilanlegt og gott og hérna ég seti inn annað vídeo til þess að ég geti lært betur aðrar hluti.